Eyrnabólga er þegar við fáum sýkingu í eyrað, í raun í innra eyrað. Ef ég reyni að teikna þetta upp, þá er ytra eyrað hérna, svo er hauskúpan einhvern veginn hérna, svo er koklustin sem liggur hérna, hlustin segi ég, sem liggur hérna inn, þar er hljóðhimnan. Þar fyrir innan eru heyrnarbeinin, svo liggur leiðsla hérna niður í kok sem heitir koklust. Hér er svo kuðungurinn og bogagöngin, en á þessu svæði hér getur komið sýking. Yfirleitt bakteríusýking, getur verið veirusýking líka. Og þá fyllist þetta svæði hérna upp, lokast jafnvel fyrir koklustina út af bara svona drullu. Og þá fáum við oft verk í eyrun því að koklustin, hún jafnar þrýstingin hérna inni, og ef þetta er stíflað þá getur byggst upp of mikill þrýstingur hérna inni. Getur farið að ýta á hljóðhimnuna og það er mjög vont. Það sem er gert til þess að bregðast við þessu, það er náttúrulega hægt að gefa sýklalyf og svoleiðis, en það er nú heppilegra að við reynum að ráðast á þetta sjálf. Það er hægt að setja rör. Þetta er sérstaklega gert í litlum krökkum sem eru viðkvæmari fyrir þessu. Ef þetta er hljóðhimnan, þá er þetta bara pingu lítið plaströr sem að það skori gat og sett plaströr. Það sem plaströri gerir er að í fyrsta lagi þá hleypir það og jafnar það þrýstingin, þannig að það kemur ekki þessi verkur þó svo maður fái eyrnabólgu. Og ef maður fær vökva í eyrun, það er að segja að það fer að safnast upp vökva hérna yfirleitt út af sýkingu, að þá lekur hann út þetta gat. Og þar af leiðandi nær hann ekki að sitja eins lengi og þá minnka líkurnar á alvarlegri eyrnabólgu. Rörin koma í raun ekki í veg fyrir væga eyrnabólgu, en svona í flestum tilfellum ná að koma í veg fyrir að hún verði slæm og koma í veg fyrir svona megnið af óþægjandum sem geta fylgt eyrnabólgu. En til þess að koma í veg fyrir að við séum að byggja upp stofna af bakteríum sem eru ónæm fyrir sýklalyfjum, þá er ekki gott að leita strax til læknis og leiða ykkur komið eyrnabólgu. Það þarf að gera að minnsta kosti tilraun til þess að láta viðkomandi vinna á því sjálfur. En ef þetta er að gerast aftur og aftur, þá getur borgað sig að fara til hálsni og eyrnalæknis og láta setja rör, því að þannig er hægt að koma í veg fyrir þetta sé eins þrálátt.